Gott kvöld, Ívar hér hjá Flugusmiðjunni og verið velkomin í þetta myndband. Í síðustu myndbandum hefur við verið að vinna dálítið með púpur og við ætlum nú að halda því dálítið áfram, en logíkin á bakvið það er það að það er oft líka auðvelt að kenna þær. Þetta er svona eins og ég sé í rauninni óbeint með byrjendarnámskeið hérna í rauninni á þessu á Facebook sem bara er opið öllum. Við erum líka að hugsa þetta þannig að byrja ekki á svo flóknum flugum að fólk bara lappi í burtu og gefist upp og sjáu sér ekki fært með enga vonum það að geta lært nokkuð tíminn að nýta. Þess vegna borgar sig að byrja á einfaldari flugunum og færa sig svo yfir í þessar flóknari. Flugan sem við ætlum að nýta í dag heitir Bab eða Babbin eða Kibbi. Það eru nokkur nöfn sem eru notuð yfir þessa flugu og þessi fluga er nýtt upphaflega af Björgvin A. Björgvinssyni og ég styðst við uppskriftina á þessari flugu af vefnum fos.is sem að Kristján formaður Ármanna heldur úti, sem er alveg bara biblía vatnaveiðimanna, allavega það sem er til af efni online. Mikið þrekverki sem að formaðurinn hefur afrekað með þessari og eigingjöld vinna sem hann hefur sett í þetta, Kristján. En við byrjum sem sé að nýtum þráðið niður og svo hendum við á þetta eins og við sjáum svörtu vínilrip og ég er að nota large vínilrip í þessa flugu. Einfaldlega vegna þess að ég tel að það sé svona passi þessum krók sem við erum að nýta ná betur heldur en kannski einhverjum minni krókum. Svona. Og svo alltaf að taka hérna aðeins svona auka snúning hérna á þessu áður við festum þetta niður. Næsta sem við setjum á þessa flugu, það er glóbredd, svona appelsínugult glóbredd. Gerum við þetta svona, sem sé. Vefjum þetta svona niður og þið munið hvað ég gerum við þessa tvo. Leggja það hérna aftur. Þá eru þeir ekki að fara neitt. Þeir verða til friðs og þetta rennur ekki neitt. Þetta er góð regla. Þegar menn er að vinna með efni sem eru svona að geta átt til að vera sleip eins og vír til dæmis sérstaklega. Slæmur. Þá er sem sé, þá verðum við að taka þetta appelsínugula efni. Glóbreddið. Og við erum að vefja því í rauninni hérna og fram fyrir tvinnan. Svona. Akkurat svona. Og fara með tvinnan hérna fyrir aftan af því að núturinn á tvinnanum kemur fyrir aftan þetta appelsínugula glóbredd efni. Við vefjum glóbreddinu svona á. Og hérna fyrir aftan kemur svarti hnúturinn. Og ekkert stór, heldur bara svona lítill svartur hnútur. Svona. Klippum restina af efninu hérna alveg upp í kverk. Eða slitna þræðir í glóbreddinu og bara klippum maður þetta til og snirtir til. Og við sjá. Svona, þetta fela endan hérna á þessu svona. Gott að vera með snúningsvæs. Svona fyrir þá sem ætla sér í nýtingar, þá eru svo sem þessi gömlu einföldu væsar bara alveg nóg til að byrja með. Ég er búin að, og nú er ég ekkert að grínast neitt, ég er búin að nýta í hvað alls, 30 ára og bara svona einfaldan væs og það var bara í fyrra sem ég ákvaði að fara í svona upper end eða higher end væs sem er í verði. Tók alveg örgulega vík og ég leta mér á netinu. Maður kallar eftir því að einhver á Íslandi fara að taka sér umboðið fyrir setting. Hvað segir það? Þá er flugan tilbúin óháð öllum pælingum þinguna og svoleiðis. Eina sem við eigum eftir að gera, það er að bregða á hana hérna lakki og lakkið setjum við bara á hérna hnútinn fyrir aftan og þá er flugan klár, hvorki meira enn minna. Hún lítur svona út, falleg púpa og hún veiðir. Ég nota þetta töluvert í veiðinni sem ég er að veiða í og hún gefur alltaf eitthvað. Þessu alveg fyllilega þessu virða eigan í bóksinu. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og góða viðtökur og sem ég endilega setja like og hérna gerast áskrifundur af
rásinni minni og svo sjáumst bara þessi í næsta vídeo. Takk fyrir.